Þá komið að pólitíkinni með Sigurjóni Magnúsi Egilssyni sem að ég kynni hér sem fyrirverandi þingfréttamann og ritstjóra miðjunar. Herðu, þú komst hérna fyrir, held ég, 2 vikum eða eitthvað leys. Já, fyrst. Og þá hafði fólk samband við mig og sagði, þetta var svo skemmtilegt spjalli hjá ykkur bræðurum að þið að gera meira af þessu, þannig ég baði að koma aftur. Já. Að hluta til að því að ég vil gera öllum til geðs. Að hluta til vegna þess að ástandið í pólitíkinni einhvern veginn þannig að mér fannst svona sniðugt ef við myndum hitta svona reglulega kannski í viku. Þess að maður hefur svona tilfinningunni að það sé eitthvað saga í gangi sem svona merkilegt að fylgja eftir, sko. Sem í gangi núna. Já, er það ekki svona óskrifuð saga? Já, ég segi það. Já. En þetta, eins og var ég á fréttatímanum og þá svona sumar og þá fekk ég eitthvað svona þegar maður er með gammalt fréttanef þá fekk ég eitthvað svona, við verðum að fylgja eftir bandarísku kosningabaráttunni svona almennilega og það var í aðdraganda þess að Trump var kosinn og ég fekk Magnús Helgason með einhverjum, ég man ekki hvað það var 15 vikna fyrirvara að skrifa eina frétt í viku því að það væri eitthvað stórkostlegt að fara að gerast. Þannig að þetta svona út af þessu sem ég að nefna þetta að fá þig svona til þess að koma einu svona í viku. Því ég var tilfinningunni að við séum að fara í gegnum einhverja atburðarás sem áttur að verða eftirminnileg og athyglisverð og endurinn verður óventur. Já, nú ætla að segja reitt, sko, að því þú sagði ég fyrirverandi þingfréttamaður. Þegar ég var á þinginu, eða skrifað frétti þaðan, að þá var það þannig að það voru mikil átök í Viðeyjarstjórninni og það voru svona kreppa á staðan og fjárlög voru erfið og allt þetta og mikla krísur, sko. Það voru átök milli krata og sjálfana og ég er að fylgja og innan kratana á milli Jóns og Jóhannu. Já, svo innan líka, já, en þarna á milli sem flokkana var þetta svona svolítil harka og þá sagði einn ráðherra Sjálfstæðisflokksins við mig, hvar er mogginn? Segir hann, ég veit ekki á hverju spremi hvað mogginn er. Þá segir hann, nei, þetta er svo dæmigjert að þegar Sjálfstæðisflokkurinn á í einhverjum erfileikum, þá hverfur alltaf mogginn. Þá hætta þeir bara að reyna að fiska fréttir eða gera eitthvað með það og bara hvar er mogginn og hvernig verður mogginn, sko, núna þegar öll spjót er að beina stað þeirra mönnum, sko. Það er nú svona tíðindi kom úr mogganum, það var grein Óla Bjarnar í gær. Já. Hún var svona tíðindi. Já. Og svo er það eitt sem að mogginn gerir núna. Það var ekki ritstjórnarnir Morgunblaðsins. Þetta er vel mogginn með svona sérstaka aðferð núna til þess að fjalla þessi mál. Já. Þá eru það blaðamenn moggars sem að tala hvort við annan, ýmist í dagmálum eða í podcastþættinum Þjóðmál. Já. Og núna í gærkvöldi voru þeir með þátt í Þjóðmálum, þar sem Andrés Magnússon og allt saman voru 3 blaðamenn Morgunblaðsins. Það sem við voru að tala að það væri eiginlega óþolandi fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera í þessari ríkisstjórn. Og sérstaklega óþolandi eiga nokkurt samstarfið Svandísi. En þetta er tímabil þar sem að væri verandi ríkisstjórn með VG væri bara búið. Þannig að mér finnst það svolítið kostulegt að því að þeir eru ekkert kannski svo mikið að segja fréttir af þessu, en þeir hittast alltaf, þetta er svona sami strákaklúburinn, það var ein kona með þeim núna, sami strákaklúburinn sem að talar alltaf svona pólitík og þeir hafa verið að tala þessa ríkisstjórn eiginlega bara niður. Út af borðinu? Já. En og það úr hægrinu hefur líka komið að við erum átt að sjá svona tón í öllum þessum nafnlausu pistlum Viðskiptablaðsins sem þeim dugar ekki einir stakstýrar, ég held þessum með 7 eða 8 svona nafnlausa skoðana það er þá jafntefli, stakstýrnar er sko daglega, sko. Nei, þetta er alveg mjög mikið af þessu. Það sem er að svona skjóta á andstæðinga sína, mikið, en þeir hafa verið að tala og skamma Bjarna fyrir framúrkeyrslu, mikinn halla á ríkissjóði, afleita stjórn á ríkisfjármálum sem að Sjálfstæðismenn kenna VG að megi ekki skera niður. Bjarni er sko fjármála efnahagsráðherra, þannig að ef að gengur illa í efnahagsmálunum, þá horfum við fyrst á hann, er það ekki? Þetta er svolítið viðkvæmt hjá þeim, en stundum sko opnaði sig bara og tala, skjóta fast á Bjarna og það gerir Davíð oft, sko. Já, og Davíð hefur gert það.
og Óli Bjarni, hann hefur ekki gert það. Það er okkur tíðindi, Óli Björn fyrir það er svolítið tíðindi í greinin hans í gær, vegna þess að hann hefur verið að gagnrýna ríkisstjórnina, hann gerir það með þeim hætti, hann skrifar okkur grein og er að tala stefnu Sjálfstæðisflokksins, sem yfirleitt algjörlega skjön við það sem ríkisstjórnin er með. Þannig hefur gagnrýnin hans alltaf verið. Ég held að skrifa þessa grein einu sinni í viku. Í gær, þá allt í einu hættir að þessu og bara talar að þetta það bara trausti sér brotið. Já. Þannig að... Já, mér finnst svona stílinn hjá Óla Birni líka verið að sá, hann vitnar svo oft í sjálfan sig, sko. Já. Eins og ég skrifaði 2009 eða eitthvað og sagði þá. En nei, þetta er ef ekki að ganga út frá þessum vísu að æðsta fórusta flokksins hafi vitað af þessari grein og lesa hann áður nú fór í birtingu. Ég veit ekki. Erum við að vita svona hver tónnin er í sínu þingmönnum? Þetta er þingflokksformaðurinn, þetta er svona annar valdamesti maður flokksins. Þegar að ákvörðun Svandísar lá fyrir, þá ruku þingmennir upp með hans Teitur sem ég held að það fyrirverandi aðstofamaður Bjarna. Það var allt saman örgulega gert með góður í blessun Bjarna. Svo velti maður fyrir sér að því að þetta fjaraði svolítið út. Þú sér það hvernig Vilhjálmur Birgisson lætur. Hann eiginlega lætur hann að byrja hvað átti ekki að vera einhver andof gegn þessu og hvað eru eiginlega þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Já, sem kom á fundin á Akranesi og töluðu sig hása. Já. En svo núna þá bara farnir að sviðinu. Þannig hann talar svolítið þannig og þá velti maður fyrir sér býtu, já, allir Bjarni hefur sett svona hatt á þetta, þetta sé ekki tíminn til að gera þetta. Svo kom greinin hjá Óla. Já, sem er mjög ákveðin. Mjög. Já, og segir okkur kannski það sem við vissum náttúrulega. Þetta er búið að vera alveg hörmungar ástand. En það munur á því hvort að þingflokksformaður sé að segja þetta. Það er málið. Eða einhver Teitur sem er nýkominn á þing. Já. Það munur á því. Já, það er bara það, ég segi sko, þingflokksformaðurinn er svona stórt embætti í hvernig flokki, nema kannski í miðflokknum, það er bara Bergþór Ólason. Hvor er það? Er það Bergþór er einu formaður, einu þingflokksformaður. Já, þannig að þeir eru alveg fá tvöföld laun út á allan þingflokk. En Bergþór skrifar í morgun, sko, þessi tilbúnir inn í ríkisstjórnina. Já, þeim dugar þá að fá það 2. Já. Mér veit það svo fyndið sko, þá verður þetta tveggjaflokka stjórn sko, Bergþór fer heim í Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð yfir í Framsóknarflokkinn og þá er það tveggjaflokka stjórn. Heldur að Framsókn vilji fá Sigmundur Davíð? Nei, ég segi bara svona, ég er að leika með sko. Sigmundur, hann er guðfaðir minnihlutastjórnar, þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar féll í febrúar, að þá fekk hann var utan þings. Já, búin að taka við formannstöðu. Já, bara daginn eitthvað. Þetta er bara enn í mútum. Já, og þá lofaði hann að Framsóknarflokkurinn myndi verja þessa minnihlutastjórn vantrausti. Ef það eru kosið. Með skilyrðum. Það eru kosið. Já, með öðrum skilyrðum sem þau stóðu svo ekkert við. Já, segir hann, en hverju voru þau? Ég man ekki, þegar ég var með sprengisand, Þetta voru náttúrulega bara einhverju 2 mánuðir, sko. Já, hann vildi eitthvað sem að ég skal, það var eitthvað svona, hann var súr út í þau. Já. En ég ætla hann ekki bara að vera súr við niðurstöðuna, því hann reiknaði náttúrulega ekki með þegar hann gerði þetta, að þessi 2 flokkar næðu hreinu meirihluta. Það hann var aðra súr út í það, sko. Því að svona leikurinn hans að ná fram kosningum, náttúrulega mistókst. Hann náði að bæta fylgi Framsóknar eitthvað. En það duði ekki. Þannig að hann satt uppi með þessa ríkisstjórn. Og naut sín reyndar vel í stjórnarandstöðu með Bjarna Benediktsson. Þetta er blómatímabil Bjarna Benediktsson, nýorðinn formaður og ég held að mælist upp í 40% í skoðanakönnunum í stjórnarandstöðunni. En síðan er ekki... Svo myndaði ríkisstjórn. Eftir að 2013. Eftir að Sigmundur Davíð hafði raunverulega stólið kosningasigrinum af Bjarna á síðustu metrum. Já, 2013. Ólafur Ragnar forseti, hann fór strax í Sigmundur Davíð með umboðið, stjórnarmyndun umboðið. Það var sigurvegari kosningana, sem hann var. Já, og þar var þessi fræga ríkisstjórn til, sko, sem var svo hrökklaðist frá. Út á síðan löng saga og þá er spurningin. Ég vissum að hluti af Sjálfstæðisflokknum myndi alveg sætta sig við þetta, að fá þá þarna inn. Þeir vilja skera niður, þeir vilja harðar aðgerðir til þess að gegn hælisleitendum.
þeir vilja margt sem að Sjálfstæðisflokkur vill og raunverulega sem von þeir eru það. Já, þeir eru það. Og maður sér það eitt í þessu. Þegar maður skoðar svona spurningar til þess um innflytjendamál og annað slíkt, jafnvel réttindi transfólks eins og var birt daginn, þá kjósendahópur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins alltaf alveg eins. Já. Þannig að þetta eru flokkar sem eru að sækja nákvæmlega sama fylgið, þótt að sé kannski örlítið blæbrigðamiður á hvernig þið tala. Sko. Bjarni stimplaði sig þar inn á Bessastöðum og tröppunum á Bessastöðum. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn myndi geta sett sig við þetta með því að skipta á Miðflokknum og VG bara daytime, nighttime, anytime, bara myndu þeir segja. En hvað myndi Framsókn segja? Ég veit að mér finnst þau eitthvað svo viljalaus og sem bara, það ekki veik fórustadar bara og ekki bara hálf viljalaus. En þau hljóta að velta fyrir sig býtu ef að Sigmundur verður hér ráðherra við þetta borð við hliðina okkur. Verður eitthvað friður milli okkar og hans? Þau hljóta að velta því fyrir sér. Já. Jó, það svona... Það svo klauf Framsóknarflokkin. Það nú þannig að hagsmunirnir taka alltaf yfir hugsjónir, sko. Hagsmunir vikta alltaf meir en hugsjónir, sko. Að það eru hagsmunir til að halda áfram í ríkisstjórninni og halda áfram ykkur samgönguáætlun sem mann alltaf svo fyndið, svo stenst þetta ekki neitt. En það húsbyggingarnar, hann var daginn að hann var að hafa 4.000 íbúðir ári, hann allan á 2.500. Já. Nei, en það kannski, sko, ég veit ekki, það ekki. Há losnað 3 ráðherraembætti forsætir sem að Bjarni tekur. Já. Og Þórdís Kolbrún fjármála. Þeir fái líka Nei, það verður, þeir eru að playa Sjálfstæðisflokkurinn. Já, Framsókn alveg buguð þarna og svo koma tveir þarna, þeir sættast á hvað sem maður, bara ég get ekki báður að ráða þar. Ég má vitna í sjálfstæðisdrengina sem alltaf orðið kallar bara. Sem eru að tala hvort við annan. Miðaldradrengir. Já, miðaldradrengir. Sem eru að tala hvort við annan vegna þess að þeir fá engan viðmælanda. Og þeir sögðu sko eitthvað þá verið að þeim upplöðu það að Framsóknarflokkurinn væri svona að brosa til vinstri núna. Þeir sæju fram á það að ef það eru kosið að þá myndu þeir náttúrulega, það erfitt að sjá annarkvort verður Kristrún að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki eða Framsókn. Og en ef hún myndar ekki ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum að þá þarf Framsókn að hugsa, myndu okkur líða betur í ríkisstjórn með Samfylkingunni og einhverju dóti öðru, hugsaði líklega. Flokka kraða ekki eins og fjármálaráðurinn sagði. Eða með Sjálfstæðisflokknum sem að það rosa sterkt taug í Framsókn sem að lítur eiginlega á Sjálfstæðisflokkin sem náttúrulega samstæðsaðila. Ég tók eftir þessu í kosningabarðunni síðast, að þegar það var svona orðið ljóst að ríkisstjórnin verið að lifa, að þá eiginlega svona skynjaði maður eiginlega taugina á milli Sigurðar Inga og Bjarna Ben verða til. Og þeir voru algjörlega sannfærður það. Bara að maður sá það göngulægin á þeim. Að þeir veru playerarnir. Þeir myndu ákveða hvernig ríkisstjórnin yrði þarna næst. Er það ekki? Þeir gerðu það. Já, þeir voru líka svo Framsókn mældist vel í skoðanakönnunum og þetta. Já. Þeir náttúrulega ekki bara best að kjósa Framsókn, bara það tvöfaldaði fylgi þeirra. Já. Eins ótrúlega það nú sama fólki bara með nýtt slagorð maður sá það svona maður sá það svona miðjan ágúst og svo fram til september að þetta var það sem Framsókn vildi. Það voru bara ótrúlega ánægðir og maður sá það bara svona á því hvernig þeir töluðu við Sjálfstæðisflokkin og Sjálfstæðisflokkin að þetta voru þeirra svona náttúrulegu bandamenn. Vildi vera með þessum ríku svona sem betur klæddu og svona, þar, fína fólkinu. Það bara miklu betra, það miklu betra að vera í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þá fáum við frið frá Mogganum og RÚV og öllu þessu SA og öllu þessu batteríi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur kringu sig. Bara skjóla að vera þar. Ef þú ert í einhverju vinstrirstjórn, þá ertu með allt stabilismentið á mótið þér, kerfi vinnur á mótið þér, dómstólandi vinnur á mótið þér. Svona hugsa menn líka sko. Já. Þannig sjálfstæðismenn voru að segja það í gær að til þess ástæða, það eitt sem að menn sáu við það að fara í samstarfi við VG var það að þá yrði verkalýðshreyfingin til friðs ef þú ert í ríkisstjórn með
En af hverju heldur það? Af hverju halda þeir það? Af því að þeir trúðu því að VG væri sósíalískur verkalýðsflokkur með tökun í verkalýðshreyfinguna. Þeir ekki einir þó? Núna. Ég er ekki eins og við sem að VG talið þannig, sko. Nei, þeir, miðaldra drengirnir, þeir töluðu svona. Já. Og eina ástæðan fyrir því að þetta dyði ekki lengur væri að sjálfstæðarflokkur færi ekkert út úr þessu að vera með VG. Ekki einu sinni, sko, frið frá verkalýðshreyfingunni. Þannig að til hvers eru þá með þá. Já. En ég held þetta snúist Framsókn. Annars Framsókn þarf að hugsa. Það er ekki bara í sögunni, Smári, þá þetta búið að vera Framsókn og báðar áttir og þetta verið þekkjum þetta. Oftast til hægri. Já. En þeir geta bara ólíkir á tóli, fara bara til hægilega vinstri, bara til að henda hverju sinni. Þeir hafi ekki verið í vinstristjórn síðan 1988 til 91. Það Steingrímur Hermannsson með Alþýðubandalaginu og Alþýðuflokknum og síðan Borgaraflokknum. Þar áður það ríkisstjórnin sem að sprakk, það er ríkisstjórnin sem sprakk 78 og þar áður það ríkisstjórnin 71 sem að sprakk eftir 3 ár. Já. Þannig að það er ekki mörg dæmi að Framsókn vinni til vinstri, sko. Nei, sko, þar fyrir þann hafa þær engan Steingrímur Hermannsson, sko. Nei. Hann var snillingur. Og var meiri vinstri, hann brosti frekar til vinstri heldur en Halldór Ásgrímsson eða Sigurður Ingi. Ég meina, ég upplifði það bara sem stæka hægri menn báða tó, sko. Já. Ég hitti Halldór ekkert löngu á hann dó. Og þá féllst hann á það, ég mætti taka við sig viðtal og okkur fannst ekki líka neitt á, sko. Og svo bara dó hann bara skömmu síðar. En hann sagði mér reyndar ýmislegt, en ég veit ekki hvað ég gera með það, sko. Hann sagði, mikið flokki sinn, sko, en nei, þetta er alveg rétt, sko. Hann var náttúrulega, sko, við tölum það síðast líka held ég, það 2009 þegar Sigmundur Davíð og sem formaður og þeir kom inn Sigurður Ingi og fleiri, sko. Þá þessi flokkur að sækjum aðild Evrópusambandinu. Svo bara, þetta var arfleið Halldórs, sko. En Sigmundur náttúrulega farið með flokkin og svo náttúrulega með miðflokkin núna miklu lengra til hægri heldur en, þú veist, Steingrímur Hermannsson hefði getað ímyndað sér að eitthvað framsóknarmaður gerði, sko. Já. Þetta er náttúrulega komið eitthvað út í móamundi, sko, Steingrímur Hermannsson upplifað það. Já. Móa með kjötakið. Já. Herðu, en eitt yfirbót, þegar Framsóknar hugsa, af því að ég held þetta er svona hagsmunamat hvers flokks fyrir sig. Þú veist, það er orðið erfitt að færa rök fyrir því að það sé gott að vera í þessu ríkisstjórn. Það er bara, þú veist, til þess að hætta, þá þurfum við að fá okkar betri í staðinn. Kostningar, okkur verður straujað yfir okkur, hugsaður flestir, sko. Og en þá það ef við getum farið inn í svona annars konar ríkisstjórn. Og það held ég sé fyrst og næst Sjálfstæðisflokkurinn sem hugsa það og Framsókn. Þess að Framsókn þarf að velta fyrir sér. Kannski getum við grætt meira á því að fara í kosningar og reyna að ná ykkur að þessu ekki bara best að kjósa Kristrúnu tilbaka. Ólíklegt. En þá kemur ein spurning. Ef við förum með Sjálfstæðisflokknum í þennan leiðangur og tökum inn kannski miðflokkin eða flokk fólksins, þá sittum við uppi með að vera áfram í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og við erum búin að taka allt þetta högg á okkur, allt sem við unnum fyrir okkur og það eyðilegðist í þessu andskotas Íslandsbankamáli Bjarna Benediktssonar. Og núna í dag er Lindarhvolsmálið að springa í andlitið á ríkisstjórninu og Bjarna. Hver vill vera í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssoni með alla þessa skandala sem að ganga í boðafullum yfir ríkisstjórnina? Sko, Smári, í mörg ár hefur Bjarni þurft að vera með ótal marga bolt á lofti, einmitt. En nú eru svolítið ekki að detta svona... Nú kom 1-2 boltar í viðbót. Þá bara, hvað er hann góður í þessu? Hvað getur hann haldið mörgum boltum á lofti? Hvað er Bjarni? Hann er alltaf ekki á vinsanginni, maður. Sólgleir og kókosnett. Ég veit það, hann er ekki sérstleiki. Hann lýsti þessu eins og sem svona góða líf verið að liggja á vindsang í Sundlaug í Flórida. Já, hann var að saka ykkur aðra þetta. Já, að dreyma það. Svo er hann bara sjálfur í einhverjum, hann er ekki sérst eitthvað eða heist í honum í langa tíma. Heldur það ekki á landinu? Nei, ég veit ekki. Við veitum báðir að ef við varum að stýra einhverju ríkisstjórn, þá værum við bara eldan uppi, sko. Reyna að fá komment frá honum ástandið. Og værum að segja reglulega frá því ekki náðist í Bjarna. Talið er að Bjarni sig í Flórida. Það var eins og Davíð Oddsson gat verið óbúslega erfiður og sérstaklega okkur á Fréttablaðinu sín tíma. En að ná honum á vettvangi
bara hitt hann bara í Lækjargötunni, þá svaraði hann alltaf, sko. Hann, þú vissir alveg, Daði var inn í húsinu, gasbeðið og eitthvað svona, en hann svaraði alltaf þó hann væri megin illa við Fréttablaðið. Vildi ekki láta mynda sig á flótta frá blaðamönnum? Nei, ég held að hann, sko, gekk þó ekki lengra en það, sko. En þetta þarf að athuga með Bjarna og svo Þórdísi sem varaformaður og Ólaf Björn sem þingflokksformaður. Þetta hlýtur alltaf að fara bara að opnast bara. En þeir vil ekki láta ná í sig. Ég trú ekki að þessi stefna Morgunblaðsins, þótt að þjóðmál hlaðvarpið náttúrulega ekki beint undir mokkanum, þótt að séu alltaf bara mokkamenn sem eru þar að tala saman. Það getur ekki verið stefna blaðsins eða blaðamennir til að tala hvort við annan pólitík, sko. Þeir ljóta að vera að reyna að ná í þingflokksformanninn og formanninn og varaformanninn. Nei, ég var að segja ráðan. Einn ráðara spurði mig, sko, hvenær var það? 1992, 93? Hvar mokkin? Það er bara mokkin hverfur þegar Sjálfstæðisflokkurinn á bátt. Ég held að það ekki breyst. Já, það var þegar Þórdís Sunna birti skýrsluna, þá voru allir fjölmiðlar með hana. Já. Sumir vísuðu bara inn á pirata.is, aðri voru búin að sækja hana. Moggi var bara með 2 örstuttar málskreinar að hún hefði byrt þetta, hver voru rökin hennar, vísuðu ekki svona á skýrsluna. Nei, svo kemur þetta núna, svona allir þessir Brynjarar og þessi gæjar, sko, að hvað hún sé ömurlegur þingmaður og hefur ekki síðanendir, eini dómur síðanendur Alþingis var á hana. Já, og það nú blæs þetta allt upp eins og er búin að láta, sko, í Kristrúnu Frostadóttur undanförðinu, sko. Það taka eitthvað skrimsladeildinni bara, finnur eitthvað svona að það hefði ekki verið rétt að birta skýrsluna, það verður aðalspurningin, sko. Já. Ekki hvað er í henni. Þetta má ekki. En þetta er náttúrulega út allan heim. Ég manst eftir þegar þeir sóttu skjölin til Trump, þá voru meðal annars skjöl sem voru sóttar sem að voru undirbúning Bandaríkja hers á stríð við Íran. Já. Og svo var maður að fylgjast með þessu í fréttunum. Það var allt fréttin það að kallinn hafi haft þetta heima þessur. Ekki hvað stóð sem maður myndi að halda. Voru þeir bara konið svona á því að bara fara í stríðu í Íran. Ég myndi að hætla það að vera aðal fréttin. Og því eru ekkert fylgt eftir, ekki eins og heimspressunni. Engin á því. Og Moggi mun fjalla þetta fyrst og fremst sem að Þórhildur Sunna sé að bregðast trúnaði. Fari aftur fyrir Birtingin, það verður stóra ámálið. Hún fer fyrir síðanefnd Alþingis, það mun eitthvað kæran þangað. Hún farið þar áður. Já, þekkir það. Og við síðanefnd blaðamannafélagsins. Já. Nei, þetta er mjög skrítið ástand, þetta er eldvitt. Eiríkur Bergmann var í hádeginu. Já. Og hann vildi meina, ef ég man þetta rétt, að þetta væri bara, sko, 12 ríkisstjórnin, sko, nánast, að hver ráð þeirra væri ekkert að byrja sig upp við aðra, ekki eins og vopnakaupin, pældi þessu, sko. Ekki Hvalurinn. Nei, ekki Hvalurinn. Það var kynnt undir liðnum önnur mál, þegar að margir ráðherrar voru farnir, meðal annars Bjarni Benediktsson. Þannig að það er náttúrulega þegar þú ert með 12 og þetta er náttúrulega kerfið þannig, þetta er ekki fjölskipað stjórnvald eins og sagt er, þannig að ríkisstjórnarsamþykktir að bara byrja að kynna þetta og hver ráðherra fyrir með sitt mál, en þegar að límið á milli er farið, að þá náttúrulega verður svo augljóst að þetta eru bara 12 ríkisstjórnir, hver bara á sinni siglingu. Sko, þetta er nú samt þannig að Sigurður Ingi Jóhannsson, hann leyndi því aldrei þegar hann var sjávarútvegsráðherra og kom með frumvarp til breytinga á kvótakerfinu eða fiskveiðistjórninni að þá beitti Sjálfstæðisflokkurinn neitunarvaldi og hann sagði þetta bara við mig í viðtali að bara þeir beittu neitunarvaldi, þeir bönnu honum að leggja frumvarpið fram, þeir myndi aldrei samþykkja þetta og svo verður hann forsætisráður þessari sömu ríkisstjórn eftir sömu vindrismálið og þá er ég líka með henni viðtala að segja nú er þú forsætisráður að þú ræður öllu, það er ekki að leggja frumvarpið fram. Nei, ég ætla ekki að gera það. En það er bara, þá var Sjálfstæðisflokkurinn bara búin að banna það með öllu, sko. Þannig að ég held að, sko, ef eins og Svandís, ef hún hefði sagt þetta, eða við fyrsta mál á dagskrá ríkisstjórnarfundarins, þá þetta mál kannski farið öðruvísi. Nei, ég veit ekki. Jú, þá er svo... Ég held hún hefði komið með þetta í lokin vegna þess að hún ætlaði að ná þessi gegn. Já, ég veit það. Ef hún er komin það fyrst. Já, hún ætlaði að brafa þessi minnstar hindranir, ég ætla bara að ná þessi gegn og þess vegna sitt ég þetta úr annum mál. Þegar Bjarni er farinn. Já, þörskuldin farinn. Allir snúðandi búnir og allir svona farnir. Þá ætlaði að koma með þetta. Já, ég held það. En það var þetta, og mér fannst það strax þetta kom fram
að auðvitað er þetta byggt á niðurstöðu fagráðs en að því að það kemur svo fljótt hún fær það á niðurstöðu einn daginn og þetta er búin að ákvæða sér daginn eftir. Ég tengdi þetta bara strax við þennan bægslagang Bjarna á tröppunum á Bessastöðum sem hann var raunverulega að svona, því að þegar að þessi ríkisstjórn myndu fyrst 2017 og þá var maður að tala við fólk í VG sem var að reyna að réttlæta þetta og ein réttlæting var svo að við verðum að vera þarna inni því að annars verða hér bara svona fasísk ríkisstjórn sem mun sko brjóta á réttindum hælisleitenda. Þannig að við verðum að vera þarna inni. Þannig að ég er að nefna þetta vegna þess að það er svolítið mikil atriði fyrir VG að ríkisstjórn sem þeir eru í fari ekki sko nógu slæmt sko þegar það eru myndir af löggunni að taka flóttafólk upp úr hjólastólum og barnið við bánsan og allt þetta en að ríkisstjórn sé að boða það að einhverja stórkostlega stefnubreytingu þessu máli frá Bjarna Benediktssyni má þola það ef að dómsmálaráðherrann er að paksa þetta einn. Ég held þetta hafi sko verið miklu alvarlegra fyrir VG að hlusta á þetta og þeir hafa hugsað býttu er þessi ríkisstjórn ekki bara að springa? Þá er best að bara gera eitthvað sko, þú veist að við getum ekki bara play dead. Svandís lék þannig, svona varnarsóknarleik sko, og kom svona við hjarta á þeim að stórríkur útgerðarmaður skuttlaði í Moby Dick. Það var þannig. Sem að þeir eiga rosalega erfitt með að þola. En Bjarni talaði líka sko, ég var ekki hann sem talaði flóttamannabúðir bara sem næst flugvellinum og hann talaði að sko, Alþingi hefði brugðist máli var orðið stjórnlaust og gaf svona í það hvað það var að tala hann talaði flóttamannabúðir sem er reyndar, það sagði mér eitthvað sko að Jón Gunnarsson talar flóttamannabúðir ég man ekki hvað orða en núna er þetta eitthvað leiti inn á sko borðinu hjá Guðmundinga Guðbrandssyni í VG og þá er þetta að tala þetta sem eitthvað svona þjóðarbúðir eða eitthvað. Það er búið að finna eitthvað svona fallegt nafn á þetta. Eitthvað annað. Þetta er ekki flóttamannabúðir. En það lítur alveg út, sko. Þetta er sama hugsun. Sama hugsun og sömu tæki eða sömu græjur og heita eitthvað annað. Ég hugsa að hvort allir ríkisstjórnin springi fyrir að fara að gjósa þarna réttu keili. Þá getur við þá getur þú svarað sem pólitískur álitsgjafi svipa á jarðfræðingarnir gera. Það eru augljóslega hræringar og það er ekki víst að það verði gos. Þetta geta verið hræringar, það getur verið gangur sem er bara gangu upp og hætti áður en er yfirborði. Og miðað við síðustu skipti að þá hefur verið svona hræringar í 3 skipti. Það gauðs í 2 og þú getur sett það sama að meðan við þessi djöfurgangur sem að gengur á þessu ríkisstjórn við höfum séð annað eins stundu springur þetta stundum ekki það er ekki til neins smári þetta er við erum í mjög erfiðri stöðu Nei, þjóðin þessi óða verðbólga ég var að sjá bara afborgan er eitthvað svona óverðtryggði vexti að einhverju íbúi 500.000 ég veit bara óheirilegt sem fólk er að glíma við út all land maður eitthvað svona tómt bull að þið verður búin að missa tökin á efnahagsmálunum við erum með mikið meiri verðbólgu mikið hærri vexti heldur en löndin allt í kringum okkur við sláum öll með húsnæðiskerfið er í rúst algjörlega og bara virkar ekki ákveður þeirra þarf að byggja þá er ekkert byggt það er vandi í heilbrigðiskerfinu það er vandi í menntakerfinu það er bara skröltir sveitafélögin eru að fara á hausinn ráð ekki, þú veist að annarkvæmt fara á hausinn eða þau bara sinni ekki verkefnunum sínum þannig að þú veist sem eru lögbundi verkefni eins og þjónustu að falla það er eitthvað ósmekklegt að draga það alltaf út úr óþolandi eins og þessi föllum að kenna einmitt það er margir aðri liðir í þeirra starfsemi þetta er næstuðið sama tala og að kenna flóttamannum það er sífellt að tala að þetta sé allt föllum að kenna það er bara svo ósmekklegt að því að málefni fatlara hvað hættu sem að tala um eitthvað annað það er bara þetta heild það er ekki að taka eitt út úr en það er ekki svo mörg ár síðan að það var góðsinn tíð hjá sveitarfélögunum
En þau verðast bara ekki öll að hafa nýtta sem svo vel því að þau koma mörg hver alveg stór skuldu inn í þetta ástand sem núna. Ég held að standi sér öll bara illa og sérstaklega náttúrulega þeir sem skulda mikið, þetta fljótt að tikka inn vaxtahækkunin. Já, þetta alveg hrikalega ástand. En Sjálfstæðisflokkurinn, honum leiðist í ríkisstjórninni. Já. En það ekki, við áttum okkur ekki alveg á því, maður myndi svona halda að ef Bjarni fengi ráða, að það myndi bara settlast einhvern veginn, það myndi bara halda áfram með ríkisstjórnin, ég held að nenni ekki vesininu sem fylgir því að sprengja ríkisstjórnin að mynda nýja eða fara í kosningar. Ég held að ráðast ekki. Ég held að Lindarhvols skýrslan verði hans endalegi banabiti. Já, að hans flokksmenn nenni ekki að verja hann. Nei. Ekki Eigið öllum kröftum í það alltaf. Já. Og hann svo önur og leiðilegur í þinginu og lætur þingmenn bara í taugatar og segja hvernig þið klæddir eða hvernig þið ganga eða hvað sko. Þín í garbæðingurinn, þetta ekki alveg lengur vinnustaf fyrir hann. Þannig að það vilji inn í flokknum að sprengja ríkisstjórnina þó að það sé ekki sterkur vilji hjá Bjarna sjálfum. Já, ég held það. En það enga líkur til þess að ríkisstjórn verið sprengt og skiptu fórust í leiðinni. Það ólíklegt. Okay. Framsókn í vanda. Þeir eru náttúrulega... Hvaða vanda? Bara, við erum búin að missa helmingin af fylginu sínu. Þegar þú ert í bara hlaup, þú ert að hrynja niður fjallið, þá erfitt að vera með eitthvað svona hugarfærið hvernig það þarf að komast upp aftur. Þetta flókið. Já. Þetta flókið staða fyrir Framsókn. Já, við munum það síðast þeir stilt upp í Reykjavík, Ásmundur Einar og Lilja. Dvaks, þetta svona... En ég eins og staðin núna þá þau bæði úti úr Reykjavíkurkjördæmunum, vildi ég þetta. Já, það eru kosið núna, þetta þingi. En þetta eru baráttu fólk, bæði hafa ábyggilega metnað til þess að enda sem formenn. En þetta er svona, það er ekki margir flokkar sem eiga svona 2 auka við hliðina á formanninum, sem eru sterkir svo þessi 2. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn náði ekki hvað með Áslaugu Örnu og Jóni Gunnarssoni. Þórdís Kolbrún, hún náttúrulega. Ég held að Áslaug Arna njóti miklu meiri svona persónu fylgist inn í Sjálfstæðisflokknum heldur Þórdís. Það gerir líka. Já. Og mér finnst líka Áslaug Arna, hún hefur átt svona fína sirpur á þinginu og svona, hún mælsk. Þegar orkupakkamálið var hjá miðflokknum, þá var hún stundum að atast í þeim, gerði bara vel, En ég er ekki viss að Sjálfstæðisflokkur myndu treysta henni til þess að fara í gegnum eitthvað svona ólgusjó, ekki Þórdísi Kolbrúnu, ekki neinum öðrum heldur að vera Bjarni Ben. Þannig að ég held að Bjarni Ben verði nafna. Já, ég nú lengur sagt það, Bjarni Ben situr uppi með Sjálfstæðisflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn uppi með Bjarna, því það engin annar til að fara í gegnum svona... Sem ekki staðan í Framsókn, en þess að Framsókn gæti skiptum og annarkort veðið á Ásmund Einar sem vinsælastur ráðherrana, barnamálaráðherrann. Eða Lilju sem var einu sinni vinsæl en það ekki alveg lengur. Nei, en samt alveg eins að þessi hveða núna. Já. Herðu, þá eftir hinn flokkurinn. Já, það VG. Já. Nú kemur Lindarhvols skýrslan og VG búin að éta skít og búin að éta Íslandsbanka skít. Og nú bara, þau heldur kannski þau var í sloppin. Þá kemur bara eitt fati viðbót af nýjum skít. Sem allir vissa kæmi, Þetta var bara spurning tíma hvenær þessi skýrsla yrði opinberuð. Þetta bara... En ætlar Katrín að koma í kvöldfréttunum í kvöld og segja að ég byrjum fullt trausti Bjarna og þetta sjáum ekki betur en að þarna hafi allt verið staðið vel að öllu sölum ríkisegna undir hans stjórn. Gerur hún það? Já, sem mikil trúnaður milli þeirra þriggja þetta bara. Ein heild, Ég veit ekki. Hún verður að fara að fylgja Svandís í einhverju svona smá fæting við Sjálfstæðisflokkinn. En þá springur ríkisstjórnin bara. Já, þá gerur það. Bara ef hún segir ekki þetta sem ég var að segja þann, þá springur ríkisstjórnin. Já, en ef hún gerir það, þá hún líka leið bara búin að koma sér í burtu, Ef hún segir, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir bæði varðandi söluna á Íslandsbanka og söluna á eignum Lindarhvols, að þá augljóst að við erum að hafa hér Alþingi, það að skipa rannsóknarnefnd til þess að fara ofan í þessi mál. Þá ríkisstjórnarflokkinn. Já. Sem eiginlega eina setningi sem hún ætti að segja, Já. Sem forsætisráðherra. Já. Það svo alveg merkilegt, að hún sé forsætisráðherra í þessum litla flokki. Svolítið gott hjá henni. En hún verður að
svona fara aðeins til fortíða með sjálfa sig. Og hvað finnur þú þar? Nei, í stjórnarandstöðunni þá var hún allt öðruvísi, hún var kröftu og... En hún hefur móða lítið verið í stjórnarandstöðu. Það er nefnilega gleymist það sko að frá 2009 og nú 2023, hvað er þetta mörg ár? 14 ár. Á þeim tíma hefur VG verið ríkisstjórn í 10 ár. Það er bara, sko, er ekki bara Sjálfstæðisflokkur sem hefur verið lengur. Frá 2009? Já. Því að það er skiptist á ég held að þetta er eitthvað svipað því að það fyrir 5 ár frá það er Framsókn hefur verið 9 ár á þessu 14 árum Jónustjórnin náttúrulega hún var í henni, það er 4 ár og svo 6 ár með þessu hún er búin að vera 10 ár og 14 Framsókn hefur verið 9 ár af 14 og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í 10 ár af 14 Þannig að VG er alveg sami þú veist, höfundur eftirhruns árana eins og Sjálfstæðisflokkurinn þannig að ég er ekkert viss um að ef Katrín fyrir eitthvað að leita að einhverju upphafi að hún finnur bara Katrínu ráðherra ég stóð ég var með í huga þarna kröftugu ræðina að fólk gæti ekki byggja eftir réttlætinu að koma strax. Þetta er svona álíka mikið og bréðið hans Bjarna sko. Sem er það ekki. Þetta er eitthvað svona vörður sem að fólk gleymir ekki sko. En VG gæti þeir hugsa sér svo að við bara nú verðum við að því að svo er eitt í þessu. Þau geti ekki sprengtir í ríkisstjórnina að þau eru alltaf búin að sjá þessu skýrslu. Þannig að þegar hún birtist, þá getur ekki alltaf sagt, eitthvað og ég sprengir ríkisstjórnina þessu. Því að þau eru búin að sjá hana. Já, þau eru búin að sjá hana. Þannig það er bara falskt, þú kemur allt inn og þykist neykslaði núna. Já, því að við fáum að sjá hana. Já. Það er rétt í þér. Það bara gengur ekki. Nei, það gengur ekki. Já, ekki í takt. Hvað á flokkun að gera? Hann er alltaf búin að missa trúverðuleikann, það er bara þannig. Að stóru leyti, þetta er þarna fólk inni sem bara stendur með sínu liði þú veist eins og oft er sko eins og oft er, fólk bara þegar KR fellur í aðra deild þá mætur þú samt á völlin það er hann því einhvern veginn var hún í viðtali mér og þá segi þetta er svona metnaðarlausasti flokkur það er alltaf sama þó að minki og sækka bara aftur setna sko en hún talaði svolítið svo þinn tíma sko nei ég veit ekki, hún náttúrulega hún hætti bara í formennskunni Varst þú ekki með spá síðast hvaða formenn... Já, ég var að spá ekkert að þau myndu verða leiða sína flokka í næstu kostingum og þá er ég náttúrulega að gera ráð fyrir að vera kosið þarna hvað er 2025. Ég held að Katrín, og líka því að það er náttúrulega sem að ég held að fólk átti sig á sko góðu fylgi samfélgingana núna að því að fólk er með svo mikla athygli á persónum í pólitík. Ég var hérna með Ólaf Þórn Harðarsson hérna í vikunni og hann er alltaf að tala gegn þessu. Hann segir að bara allar rannsóknir sýna það að sko persónur auðvitað skiptaði máli en ekki þessu máli sem að fólk heldur. En ég held að fólk sem er í pólitík og þú ert sjálfur player í pólitík að þú ofmetur alveg rosalega hvað þú hefur mikil áhrif og allt slíkt. Þannig að fólki sem er að meta þetta sjálft það horfir á sko áhrifin af því á persónur. Og ef þú horfir á sko þegar samfélkingin skiptur og fær standlit að þá gengur það mjög vel. Ég nefndi áðan að var blómatími Bjarna Benediktsson sem formanns í stjórnarandstöðunis hafi verið þarna í stjórnarandstöðunni í 2009. Já, það var að nýr, er í stjórnarandstöðu, gengur vel, komin með flokkinu upp í 40%. Það er svona ferskur andi, nýr sjálfstæðisflokkur sem var búin að koma okkur, gera okkur gjaldþrota. Bara 2 árum seinna er bara 40% af þjóðinni bara til að kjósa. Þetta er svona skiptum andlit. Fólkið í VG Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að hugsa þetta. Þú veist, við getum ekkert farið í næstu kosningar með Katrínu Jakobsdóttur, það skiptir máli hver stjórnar út úr kjörtímabilið sem að segja okkur, það skiptir alltaf engu máli hvort hún stjórni. Við fengum ekkert út úr því. Eða með Bjarna Benediktsson, með Lindarhvol hér og Íslandsbankasöluna hér og bara með hvert ekkið að fættur öðru. Sigurð Inga sem eins og þú lýstir sko, er eins og bara séu kona niður einhvern veginn. Já, mjög það. Það er með einhvern veginn sko hinnum svona, eins og eitthvað sagði þau eru svo hjón sem er að skilja Bjarni og Katrín og Sigur Ingi er svo skilnaða barni ég veit ekki með hverju hann taka afstöðu sko.
báðum finnst einhvern veginn að hitt hafi komið með sem barnið hins. Svona óskilgit. Já, óskilgit barn. Ekki koru. Mér finnst Framsókn vera svolítið svoleiðis. Já. Það er svona, munaðalus einhvern veginn, þetta er ekkert. Ok, en ef þetta er rétt hjá mér, að inn í flokkunum sé svona, ég meina, þetta verður ekki fórustu fólki okkar í næstu kostingum, þá hugsa þau hvert fyrir sig, að leiðin fyrir mig til þess að halda henni áfram er að sprengja ríkisstjórnina, þannig að það sé of seint og fara í kosningar, þannig að það sé of seint að skipta. Sigurður Ingi heldur völdum í Framsóknarflokknum með því að fara í kosningar. Já, með því að fara í kosningar, já. Og sko, þetta er ekki svona frestur yllu bestur hana. Ég held að sko þetta alltaf fresta sko að kosningum eða slíta ríkisstjórninni, segja það. Að ég held þetta vesni bara sko. Já. Þú segir að lætir sem er í þessu núna og hvað við erum í hásumri. Já. Mitt sumar. Já. Þetta er mjög óvanalegt. Heitast í dagar ársins, en ég ekki. Það er ekki. Já, en þetta er mjög óvanalegt að sé svona mikil hiti í pólitíkinni. Á þessu tíma? Já. Fólk á bara að vera sko, þetta er nefnilega málið sko, það er svona gangsterar í ríkisstjórn sko, sem eru að höndla með ríkisignir svona fram og tilbaka sko. Og fela upplýsingar já, og vil ekki byrta þetta já, og áður verið með sko, fram við kostningar að byrta einhverja skammir og svona sko. Þetta er, fólki er búið að fá nóg að þessu og það er bara, ég held að þetta Ríkisstjórnin er dáin, þú ætti að segja það. Ríkisstjórnin er dáin. Já, það er ekkert mýt að segja það. Þetta er bara eins og Eiríkur Bergmann segja, þetta er bara eins og bara hver ráðherra er bara hver ráðherra og það reyndi ekkert ríkisstjórnafundi, þeir eru bara hver í sín áttina, sko. En svona, þannig ástand getur náttúrulega ekki varað mjög lengi, sko. Sérstaklega ekki ef það eru sko átök, og það eru átök. Það eru það. En samt er eitthvað, eins og tölum áðan, Villi Birgis, sko, hann bara, hvar er þið núna þetta þingmenn norðvestu kjördæmi sem að töluðu sér hás á fundinum upp á Skaga, svo er þið bara farnir bara, eitthvað, kannski á vindsængina með Bjarna, ég veit það ekki. Fullt af fólki á þessara vindsæng. Já, Bjarni kom með þessa samlíkingu upp til mann sjálfur. Nei, það er auðvitað Villi Birgis fyrir miklu vonbrigðu með þetta. Fólki kemur þarna og talar, sko. Og og svo gerist ekki neitt. Bara ekki neitt. Teitur Björn Einarsson. Það er samt mikið að gera, sko. Við höfum hist hérna núna þrissurröð. Það voru bara 2 vikur á milli þessara tíma skiptið. Það er búið að gerast gríðarlega mikið í pólitíkinu tíma. Já. Það er ráðherraskiptin og Bessastöðum, það er Hvalamálið, það er Íslandsbanka skýrsla fjármálaeftirlitsins, núna lekur Lindarhvols skýrslan. Já. Og svo líka, mér finnst mjög svona að því að núverandi ríkisendurskoðandi, hann leggur svo áherslu á það bara hvers getur svo kemst nála á hljóðnum að bankasýslumennir geta ekkert haga sér eins og gerðu, sko. Nei. Þeirra er ábyrðin og þetta eru strákarnir hans Bjarna, sko. Ja, algjörlega. Já. Þegar hann segir þetta, ríkisendurskoðandi, hann segir ábyrðin stoppar ekkert Íslandsbanka. Ábyrðin er bankasýslunar. Þá hann er eiginlega að segja að svo enda náttúrulega ábyrðin hjá ráðherra. Þannig er það bara. Það er bara Alþingi fól þessum mann að selja. Alþingi fól þessum mann að selja og hann seldi þetta með þessum hörmungar aðferðum. Það er hann sem ber ábyrðina. Já. Og svo gera þeir bara Kimi 5 bara besta einkavæðing í Evrópu. Þetta er skrýpalegur. Þetta er svo glaðir með bankasýslunni. En alveg eins og það stundur gaman að hlusta á ungu miðaldra mennina í Mogganum. Tala saman þegar maður fær svona óminnaði hvernig talaði í bakarbyggjunum. Hvernig sko bankasýslan talar söluna. Þannig er samtali bankasýsluna við Bjarna hvernig það var. Þú veist, mér finnst þeir óma það. Þeir myndi ekki tala svona ef þeir upplifðu það að þeir fengju, þú veist, eiginlega engan stuðning frá ráðherranum eða einhverju baklandi, þá myndi þeir ekki vera svona hoppandi gátir. Já, og sjálfum glæðir. Þeir heyra, strákar, það er engar áhyggjur af þessu, sko. Við ætlum að stofna nýja hvað heitir það? Eignasýslan?
fyrirtækjasýsla. Þá á að bankasýslan að vera nýtt formað í hvernig haldið utan eign ríkisins í bönkunum. Og það var bankasýslan áður. Nú á stofnað fyrirtækjasýslan sem að getur líklega verið kannski hendarinn bara brefi ríkisins í Landsvirkjun eða eitthvað og bönkunum og þar verður bankasýslan geymt. Og þar verða þeir bara í góða málum? Ég held að. Þess vegna eru þeir svona, nei, alveg, þeir eru ótrúlega kokki eins og þeir séu bara, þeir voru nýbúin að fá svarta skýrslu frá Ríkisendurskoðun, Ríkisstjórnin er búin að tilkynna að þeir eru lögð niður, en þeir allt í hennu bara, eins og góði og kokk, alveg rosa kátir, það er bara þeir vita. Já, þessi leikir grínmynd. Já, þeir, og ef þetta verið mafíumynd, sem þetta er oft gott að hugsa, að þá er það sem að Bjarni segir við þá, ég meina þið seldu bankan til þeirra sem að við vildum og ekki láta það ekki láta ykkur detta í hug eitt skipti að ykkur refsa fyrir það. Við refsum ekki þeim sem að gera rétt, við refsum þeim sem að gera ránt. Já, svona einhvern veginn er þetta. Þetta er svona. Er það ekki? Jú. Já, það er svona, þessi tengsl Bjarna við viðskiptalífið er náttúrulega stórhættulega, Já. En við vorum að tala um Vinstri græn. Já. Katrín Jakobsdóttir, ef hún er ekki, þá er bara, mér finnst varaformaður bara veikur. Það finnst það öllum, ég held að honum finnst það líka sko. Já, hann gæti aldrei tekið við þessu. Nei, hann hefur ekki pólitískt, nei, það skiptir náttúrulega máli. Það er stundur sagt Sjálfstæðisflokkinn. Það er alltaf kosið í Heimdalli og kosið í Sús og allt þetta. Að þegar fólk fer inn á þing eða verður ráðherra, þá verður það bara að gangi gegnum einhver svona pólitíska, allavega baráttu og kosningar og eldskírnir eitthvað neins. Og það náttúrulega vantar í Guðmund Inga, mumma eða eitthvað. En það vantar ekki Svandísi. Nei, hún náttúrulega Dóttir Svava Sveinssonar sem var nú aldeilis baráttumaður. Hún er ábyggilega hlustað á pólitíska innrætingu alveg frá föðursins. Alla tíð. Já. Og hún er þannig náttúrulega. Já. Mér finnst hún að því að við erum gamlir, bróðir. Já. Að þá finnst mér hún svona skemmtilegri stjórnmálamenn að þessari tegund. Mér finnst hún svona, minnir mig bara á stjórnmálamenn fyrir tíma sko. Já. Og mér finnst hún bara að vera svona pólitískur svona fætir. Og það er ekkit of mikið af svona einhverju bullshit kjaftaði í henni sko, einhver svona orðasalat skraut sko sem að stundu gerir mann alveg bara alveg ömurlegt. En hún Reymáli, við munum eftir því og hún var að berjast gegn því og hún þá hún skildi eftir sig bókanir allstaðar það var hans og Greta þetta rekja sem hún sagði það, hún er alltaf vara við þessu. Já, einmitt á öllum stigum sem að Lilja Alfreðsdóttir hefði mátt muna því að hún er að segja alltaf, ég var alltaf á móti þessu og þá segja allir byrju það, ég sé mikið bókanir og það er neitt. Já, einmitt. En Svandís kunni leikinn það var búið að kenna hennar, nei, hún kunni leikinn. Ég held eins vegar að VG er búið að vera svo lengi flokkur Katrínar Jakobsdóttur að hann hefur bara snúið sér að henni. Þannig að ég er ekkit viss að ef hún færi að það bara, ég veit ekki hvort það sé eitthvað annars ég margir af þeim sem að bara villiköttunum sem að voru í ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms ég held að það veri miklu betri samherjar Svandísar í pólitík heldur en það fólk sem er inn í flokknum í dag. Ég held að hún geti bara bara miklu betri á sumilegt þú myndir horfa á alla sem er farið frá VG á þessu tíma. Þetta er meira en heill flokkur. Það er þingmaður hjá þér núna sem er svona líklega til að vera svona fætir, Jódís Skúladóttir. En þetta eru sjálfstæðismenn ekki ánægðir með hana. Nei. Þegar hún sagði að þeir væru að velta sér upp úr rasísku drullubolli. Já. Það má ekki segja satt. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn þolið ekki. Nei. Sannleikur meiðir. Já, en hún var töff dróði þetta sér. Við ætlum að hittast aftur eftir viku. Já. Heldur að ríkisstjórnin verður á lífi þá? Ég náttúrulega veit ekki til það. Svarar eins og jarðfræðingarnir. Já, nei, ég veit ekki. Þetta er að þróa þessi bylting. Heldur að Bjarni komi heim? Heldur að Bjarni komi heim? Já, verður að koma. Hann verður bara að hlaupa heim bara. En það er næstu dagar út af skýrslunni þá
Við vitum ekkert, en þá hvað viðbröðin almennilega verða, sko, og svo hvernig verður sótt að þeim og annað, sko. Og hvort það verður ekki allir fjölmiðlar og allir, það engi fjölmiðlar. En þeir fáu fjölmiðlar sem eru, eldi þetta nú svolítið. Mjög slæmt ástandi í fjölmiðlum, að því ég er hérna með rauðaborðið svona frétta yfirlit, þannig ég fer yfir svona fréttinnar alltaf. Og svona miðja síðustu viku, miðja við hvað var rosalega mikið í gangi, þá fór ég að hugsa þeir eru alltaf að semja gúrkuna inn, þú veist, þannig að það var, þú veist, í staðin fyrir að senda mann einhvern veginn að vera, þú veist, kanna hvort að ríkisstjórnin sé þá er maður sendur eitthvað tjaldstæði norður í landi að spjalla og það er verið að senda fólk, sko, þú veist, vinnandi hendur sem eiga að vera að fylgja þessu stóru málum, er verið að senda í gúrkumálin. Já. Ég bara næ ekki þess að stjórn á fréttadeild. Nei, ég held til þess að segja svo á stöðtvö, ég held til þess að segja svo fámennar vaktir. Þau bara komist ekki yfir annað en að gera þetta einhverjum þessum hætti. Það er Þú getur alveg sendt blaðamannin bara fyrir utan hjá Bjarna og sagt hérna, ég er hérna fyrir utan hjá Bjarna og hann svarar ekki, alveg eins og verið að taka eitthvað viðtal eitthvað tjaldstæði. Já, og spyrir svo nágranna. Nágranna hefur að séu Bjarna nýlega eitthvað, ef að þetta er fréttin, þú sagt ekki að bara fara að leika gúrku, það er ekki gúrka. Nei, alls ekki. Það er banani. Já, nei, þetta er hérna, ég held þetta, sko, mér sýnist að vera þannig, á stöðtvö, byrjar eitthvað nýra að vinna þar á fréttastofunni, þá er ekki bara einn með helgavaktirnar. Einn blaðamaður. Já, ég get ekki betur séð. Svo eitthvað sem kemur upp úr skúffinni sem búið að geyma svona eitthvað svona, Kristján Már sem var eitthvað stað, sko, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona sama aflið þessu og á miðjunni hjá þér. Já, þeir hafa náttúrulega sjónvarpsstöð, ég veit það ekki. En miðjan er bara svona leikvangi mitt bara. Já. En þessar sko ritstjórnir sem ætti að vera, geta ráðið við erfið mál og þau eru að detta niður í að vera svona, þú veist, eins og 1-2-3 manna miðlar, sko, stundum. Já, þetta er það. Þetta er náttúrulega umrætt, sko. Alveg umrætt, já. Og RÚV stendur sér ekki betur. Og dæmi sem ég var að taka núna, voru að RÚV, sko. Ég skil ekki að það bara, eins og RÚV, og stundum finnst manni RÚV vera svo pólitískt. Það er ekki gúrka, það er banani, sko. Það er bara bananalífið. Þannig að þeir vilja bara taka bananan og bjóða okkur upp á gúrku. Það við höfum bara verið að velta fyrir okkur eitthvað svona, þú veist hvernig sprettan nú fara að koma þær fréttir, sko. Já, og kartöflurna maður. Kartöflurna. Og gúrkan. Þessan heitir gúrkan gúrka, þegar við varum að tala um hvernig gúrka sprettir. Já, en ég segi svo, nei, það eru alltaf fína fréttir maður með kartöflurnar. Herðu, þetta er bara ágætt. Við vitum ekki meira í ögnumvikinu. Nei, ekki frekar en eldgosafræðingarnir. Annarkot gís eða gís ekki. Og svo er eitt sem spurði líka þessu. En ef það gís heldur að verði í dag, gæti verið í dag, eða í næstu viku, eða næsta mánuð, eða næsta árið, eða næsta árþúsund. En þessi ríkisstjórn munu ekki lifa. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Hvort springur undan, ríkisstjórnin eða gósið. Já, þetta heitir pólitísk skjálftavakt. Já, einmitt. Já, kæra þakkir. Já, sömuleiðis takk fyrir mig. Og við snúum okkur að næsta máli.